Komið sæl, ég heiti Ólöf Björk og ætla fyrir hönd okkar Sigríðar að kynna hluta af niðurstöðum meistaraprófsritgerðarinnar minnar. En hér ætlum við sérstaklega að taka fyrir þann hluta ritgerðarinnar sem fjallar viðhorf barna til íslensku og ensku kennslu í grunnskólum. Á þessari glærum að sjá yfirlit yfir erindið. Ég geri fyrst örstutta grein fyrir öndvegisverkefninu sem ég skrifaði ritgerðina innan og aðal rannsóknaraðferðum. Síðan fjalla ég niðurstöður, fyrst almennt viðhorf 3 til 12 ára barna til íslensku og ensku, en snými síðan að megin viðfangsefni þessa erindis, viðhorfi barnana til íslensku og ensku kennslu í grunnskólum. Ritgerð mín byggir á gögnum sem safnað var í öndvegisverkefninu Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambilis, sem hlaut styrk úr rannsóknarsjóði og Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson stýrðu á árunum 2016 til 2019. Sumarið 2018 var ég svo heppin að fá að vinna við verkefnið og meðal annars taka eiginleg viðtöl við börn sem fékk svo að vinna úr í þessu verkefni. Markmið öndvegisverkefnisins var að skoða þær afleiðingar sem stafrænt málsambili íslensku og ensku á undanförnum árum hefur haft á ílag eða máláriti, málkunnáttu, málnotkun og viðhorf Íslendinga til íslensku og ensku og þar með varpa ljósi á stöðu og framtíð íslensku á tími mikilla samfélags- og tæknibreytinga. En kveikjan að verkefninu voru einmitt þessar nýlegu samfélags- og tæknibreytingar sem hafa haft víðtæk áhrif á íslenskt málsamfélag og ekki síst málumhverfi ungra barna. Hér á landi má auk alþjóðavæðingarinnar helst nefna aukinn ferðamannastraum og fjölgun fólks með annað móðurmál en íslensku og svo ýmsar tæknibreytingar eins og snjalltækjabyltinguna og YouTube og Netflix-væðinguna. Í öndvegisverkefninu var 2 megin rannsóknaraðferðum beitt. Annars vegar voru samdar 5 mismunandi útgáfur af vefkönnun eftir aldri þáttakenda og þær sendar til 5.418 manna lagskipts handahófskennds úrtaks íslenskra ríkisborgara á aldrinum 3 til 98 ára. Þar af voru 1.500 börn á aldrinum 3 til 12 ára. Hins vegar voru svo tekin viðtöl og gerðar frekari prófanir á 240 manna sérveldu úrtaki úr hópi þeirra sem svöruðu vefkönnuninni. Af þeim voru 106 börn á aldrinum 3 til 12 ára. Þáttakendur 10 ára og eldri mættu í 2 1,5 tíma löng viðtöl, en 3 klukkutíma löng viðtöl voru tekin við þáttakendur á aldrinum 3 til 9 ára. Í viðtalskönnum barna voru gerðar ýmiss konar prófanir. Meðal annars voru viðhorf barnana til íslensku og ensku könnuð með eiginlegum viðtölum, bæði við börnin sjálf og við foreldra þeirra. Og það var einmitt þessi viðtöl sem ég skoðaði í meistaraverkefninu mínu. Meginmarkmið verkefnisins var að kortleggja viðhorf yngstu íslensku málhafana, 3 til 12 ára barna, til íslensku og ensku. Einnig var skoðað hvers eðlis stafrænt ílag barnana væri og hvort magn þess í málumhverfi barnana hefði áhrif á viðhorf þeirra til tungumálana 2. En stafrænt ílag skilgreint sem það mállega áreiti sem barn verður fyrir frá hinum ýmsu tækjum, svo sem sjónvörpum, tölvum, snjalltækjum og stafrænum aðstofamönnum. Stafræn bylting 21. aldarinnar hefur haft töluverð áhrif á málumhverfi barna sem mörg hver komast nú í kynni við snjalltæki á unga aldri. Í stafrænum heimi nútímans enska ríkjandi tungumál og af því leiðir að enska hefur aukist í málumhverfi barna. En YouTube og Netflix, sem samkvæmt viðtölunum eru vinsælustu efnisveitur barnanna, bjóða aðeins upp á takmarkað magn af talsettu og textuðu íslensku efni. Þá eru enn tiltölulega fá leikjaforrit og önnur smáforrit til á íslensku. Og ef við snúum okkur að athuguninni minni, ég vann með svör 40 barna úr viðtalsluta öndvegisverkefnisins. Þau voru valin út frá daglegu magni stafræns ílags samkvæmt mati foreldra. Börnum var skipt í 4 aldurshópa eins og þið sjáið á töflunni og í hverjum aldursflokki voru svör 10 barna skoðuð, þar sem 5 börn fengu mikið stafrænt ílag og 5 börn fengu lítið. Samtals eru því 20 börn alls í athuguninni sem fengu mikið stafrænt ílag og 20 börn sem fengu lítið stafrænt ílag. Á gröfunum vinstra megin á glærunni má sjá heildardreifingu ílags í mínútum í hvorum hópi og eins og sést talsverður munur á því stafræna ílagi sem hóparnir fá. Ég skoðaði svör barnanna við 9 spurningum í barnaviðtalskönnuninni en þær snerist meðal annars mat barnanna á eigin hæfni í íslensku og ensku,
hvort það væri gagnlegt að kunna tungumálin og þá af hverju og hvort þau vildu bæta sig í tungumálunum tveimur. Þemagreining var svo notuð til að finna sameiginleg þemu í svörum barnanna. Ef við lítum aðeins stuttlega almennt á viðhorf barnanna til íslensku og ensku, þá bendir þessi athugun til að viðhorf 3 til 12 ára barna til íslensku og ensku séu frekar lík og almennt jákvæð. Flest börnin telja sig til dæmis góð í báðum málum. Í svörum barnanna eru samskipti ákveðið leiðarstef, en tungumálin hafa þó aðskilin umdæmi í samskiptum. Umdæmi íslensku eru samskipti á Íslandi og í hugum barnanna er íslenska aðalsamskiptamáli hér á landi. Því sé mikilvægt fyrir alla þá sem kjósa að setjast hér að ná tökum á íslensku. Umdæmi ensku er hins vegar víðara og margbrotnara. Það tengist að miklu leyti hinum stafræna heimi, en nær einnig til ferðalaga til útlanda og samskipta við innflytjendur og útlendinga hér heima. Þessi umdæmi íslensku og ensku skarast þegar enska er notuð innanlands í samskiptum við innflytjendur eða útlendinga og einnig viðurkenna börnin að við ákveðna aðstæður sem tengjast helst notkun þeirra á stafrænum miðlum og í tölvuleikjum, sletti þau ensku eða tali ensku við íslenska vini sína. Það sem einna helst greinir á milli viðhorfa barnanna til tungumála tveggja er hversu mikið þau tengja þau við skólastarf. Lítum fyrst á viðhorf þeirra til íslensku kennslu í grunnskólum. Aðspurð hæfni sína í íslensku voru öll börnin sammála að þau væru góð í íslensku, en vildu samt bæta sig í henni. Helst vildu þau bæta sig í málfræði, sérstaklega orðflokkagreiningu, eins og sjá má í dæmi 1. Þar sem viðmælandinn segist ekki vera nógu góð í að finna föll orða og flokka fornöfn í undirflokka. Góð kunnátta í íslensku er í huga barnanna greinilega tengt skólastarfi og einkum mikilvæg innan skólasamfélagsins. Það sama er upp á teningnum þegar spurt er gott að kunna íslensku, en öll börnin voru sammála því. Viðmælandinn í 2 telur til dæmis góða kunnáttu í íslensku sérstaklega gagna sér við að efla orðaforða sinn og stafsetningarkunnáttu og til að komast áfram í vinnubókum í skólanum. Eins og í dæminu á síðustu glæru er gagnsemi íslensku hér tengt þeim málfræðiverkunum sem unnin eru í skólanum. Viðmælandinn í 3 tekur á nokkru leyti undir þetta þar sem hún telur að það sé gagnlegt að vera góður í íslensku þegar kemur að háskólanámi, sérstaklega þegar litið til orðaforða. Hún tengir hér háskólanám við Ísland og í því samhengi sé góð íslensku kunnátta nauðsynleg. Í svörum barnanna við þessum spurningum íslensku birtast einnig hreintunguviðhorf og forskriftamálfræði. Í 4 má sjá svör viðmælanda sem finnst mikilvægt að auka íslenskan orðaforða sinn til að koma í veg fyrir að hann neyðist til að sletta ensku, sem sagt ákveðið hreintunguviðhorf. Þá kemur forskriftamálfræði fram í svörum viðmælandans í 5, því hann segir gott að kunna íslensku til að geta átt samskipti við foreldra sína og í því sambandi sé mikilvægt að tala rétt mál. Þetta hugtak kemur einnig fyrir í svari viðmælandans í 6 þegar hann er spurður hvort hann sé góður í íslensku, en hann tengir greinilega góða færni í íslensku við að tala rétt mál eða segja allt rétt. Ef við drögum saman viðhorf barnanna til íslensku eins og þau birtast í viðtölunum, þá tengja börnin góða færni í íslensku við íslensku kennslu í skólanum, þar sem þau læri málfræði, sérstaklega orðflokkagreiningu, íslenskan orðaforða og tala rétt mál, sem sé meðal annars mikilvægt til að öðlast virðingu eldra fólks. Skólasamfélagið og þau viðmið sem þar gilda hafa því áhrif á viðhorf barnanna til íslensku, rétt eins og komið hefur fram í fyrri rannsóknum á þessu efni. Annað er uppi á teiningnum þegar börnin eru spurð enskukunnáttu sína. Og þá snúum við okkur að ensku. Flest börnin segjast kunna einhverja ensku, eða 95% þeirra. Og 90% telja sig góð eða ágæt í henni. Nokkuð var að börnin, einnig þau yngstu, tjáðu sig óumbeðin á ensku þegar þau voru spurð, kanntu einhver ensku? Eins og sjá má í dæmi 7. Viðmælandinn, sem er í aldurshópi 3 til 5 ára, virðist heldur ekki nokkrum vafa hvar hann lærði ensku, af iPadnum. Nokkur börn gáfu í skyn að þau hefðu alltaf kunnað ensku eða þau hefðu lært ensku án þess að leggja sig fram það sérstaklega, líkt og annað mál væri að ræða, eins og sjá má í dæmi 8. Þótt flest barnanna teldu sig nokkuð góð í ensku, sýndu málsinni þeirra að ensku kunnátta fæstra þeirra jafnaðist á við færni þeirra í móðurmálinu, eins og sjá má í dæmi 9. Eins og kemur fram í svörum viðmælandans í 10 virðast börnin nota ensku til að eiga samskipti við vini í leik- og grunnskólum sem eru innflytjendur með annað móðurmál en íslensku og hafa ekki náð tökum á íslensku.
Það áhugavert að börnin nota ensku til samskipta þótt enska sé ekki móðurmál viðmælandans og hann hafi ekki endilega forsendur til að halda uppi samræðum á ensku, ekki frekar en íslenska barnið. Þessi svör sýna mikilvægi ensku sem samskiptamáls á Íslandi í ákveðnum aðstæðum. Ólíkt svörum barnanna íslensku, þar sem meirihluti viðmælenda tengdi góðafærni íslensku við skólanám, þá telja flest börnin sig læra ensku af umhverfinu. Það af hinu stafræna ílagi sem þau fá frá snjalltækjum og tölvum í frítíma sínum. Eins og sjáum á hér í orðum viðmælenda í 11 og 12, sérstaklega í númer 12 sem segist læra af YouTube. Viðhorf barnanna til ensku kennslu í skólanum endurspegla að þeim finnst þau ekki læra neitt nýtt í skólanum, eins og kemur fram í svörum viðmælandans í 13, en hann heldur því fram að í skólanum sé aðeins verið að kenna honum orð sem hann hafi nú þegar á valdi sínu. Að svörum viðmælandans í 14 má svo ráða að börnunum leiðist stundum enskukennslan í skólanum, til dæmis útfylling vinnubóka, en þegar þau fá að nota enskukunnáttu sína í skapandi skrifum og í lestri, þá sé gaman. Almennt benda niðurstöður þessarar athugunar til að börnin telji sig læra litla ensku í enskutímum í skólanum, ensku læra þau úti í samfélaginu og af því stafræna ílagi sem þau fá í frítíma sínum. Þá eru þau börn í hópi viðmælenda sem fá mikið stafrænt ílag daglega, líklegri til að segjast hafa lært ensku á þennan hátt, heldur en þau sem fá lítið stafrænt ílag. Niðurstöður viðtalina benda til að stafrænt ílag barnanna sé aðalega á ensku. Öll 8 til 12 ára börnin og flest yngri börnin horfðu á efni fengið af YouTube, en Netflix var einnig vinsælt. Mest af þessu efni á ensku. Eldri börnin kusu jafnvel að sleppa íslenskum texta þótt hann væri í boði eða hafa frekar enskan texta til að efla færni sína í ensku. Niðurstöður sýna einnig að börn sem fá mikið stafrænt ílag daglega hafa meira sjálfstraust þegar þau þurfa að tjá sig á ensku en börn sem fá lítið stafrænt ílag. Magn stafræns ensks ílags virðist því hafa bein áhrif á þær hugmyndir sem börnin gera sér eigin enskufærni, en það gerir svo enskukennsla sem þau fá í grunnskóla ekki. Að lokum. Niðurstöður þessara athugunar á viðhorfum 43 til 12 ára íslenskra barna til móðurmálsins og alþjóðamálsins ensku benda til að viðhorf þeirra til beggja mála séu almennt jákvæð. Það sem einnig helst greinir á milli eru ólík viðhorf til íslensku og enskukennslu í grunnskólum. Börnin tengja góða færni í íslensku við skólastarf, þar sem þau læri meðal annars að tala rétt mál. Hins vegar telja þau sig læra litla ensku í skólanum því hana læri þau á stafrænu ílagi í frítíma sínum. Þessar niðurstöður og aðra niðurstöður öndvegisverkefnisins sýna að enska alltumlykjandi í málumhverfi margra íslenskra barna frá unga aldri og mörg þeirra tileinka sér hana ómeðvitað, líkt og annað mál frekar en erlent mál sé að ræða. Magn ensku í málumhverfinu og enskunotkun íslenskra barna virðist því talsvert frábrugðin því sem stjórnvöld vinna út frá þegar markmið ensku og íslensku kennslu í grunnskólum eru sett fram. Þessi nýji veruleiki stafrænnar aldar kallar á endurskoðun á kennslu í báðum málum í 1. til 7. bekk grunnskólans, þar sem tekið mið af breyttri stöðu móðurmálsins og ensku í stafrænu málsamfélagi nútímans. Hér má sjá helstu heimildir. Takk fyrir áhorfið.